Frábært að fá heimsón. Takk fyrir að fá mig sjálfi. Takk fyrir treyjuna. Já. Ég þarf eiginlega að ná í hana en setja hann í mynd. Verður það góðu. Þú ert nýkomið frá Liverpool. Já. Það sem okkar menn náttúrulega kláruðu titilinn. Tóku þann stóra. Og hér komstu færandi hendi með treyju árita Daniel Egger. Já. Gamla góða varnartröllinu. Skandinaviska geðsjúklingnum. Já. Ég held mikið upp á Daniel Egger. Já, hann var flottur. Já, hann bara svo sætur og hann var svo töff á velli. Já, hann töff á velli. Hann var svona spilandi varnarmaður, góða fótboltamaður. Já, hann bara hart í honum pundið. Hann var ekki hræddur við neitt eins og margir eru í dag. Nei. Menn hoppa upp úr öll eins og einhverjar ræfla, þóra ekki að meða sig. Einmitt. Hann var ekki þar. Alveg maður. Þið hafið hitt hann að núti? Já, við hittum hann sem sagt á leikdegi. Vorum hendur Liverpool vona á svona rísa útibar og það er svo magnað, sko, að þegar maður sá hann labba inn, ég veit ekki um þið lýsur, það var bara, það sá hann einhvern veginn bara allir labba inn. Það var svo mikið sjarmur og hann var svo ógeðslega töff þegar hann labbaði inn, það snéru sér allir og svo kom bara 100 metrar rauð allir að fá mynd og treyju og áritanir og þetta var bara... Ertu lasinn stuðningsmaður? Já, ég er allur, sko, hendi mínur öll Liverpool, ég er búin að fara, sko, 20 sinnum á Anfield. Ok. Og og já, 100 treyju, ég er bara ógeðslega veikur. Ég með segja með tattu hérna á mig, ég tattu á mig bikar þegar við vorum alveg að fara að vinna deildina fyrir 6 árum, þegar Gerrard rann. Það var 10 fyrir eftir og setti ég Premier League titilinn á mig og jinxaði svona rosalega, sko. Töpuði með 2 stigum deildinni. Ég á með titilinn, þannig ég lagaði þetta, hef unnum í COVID, þá setti ég ártalið undir. Já, þá voru náða að redda þér út úr þessu. Náða klóra mér út úr þessu. Og gott að segja var því, sko, að ég er svolítið duglegur að jinxa hluti. Ég keypti þessa treyju til þetta merkir hann Florian Wirtz, að því ég trúi hann sé að koma. En nú þarf þú að bera skítin ef hann kemur ekki. Já, ég er ekki að segja að hann verði komið þegar þessi þáttu fyrir lofti, sko. Jú, ég vona það. Hlutinni gerast hratt, sko. Já, en hérna, þetta er svona, þetta hljómar pínu eins og hvatvísi. Veistu hvatvís? Ég er rosalega hvatvís og hef svo oft, sjálf í lífinu, komið mér í algjört vesen með því að negla bara einhver út sem ég veit ekki eins og sjálfur ég sé sammála. Ég bara sé einhvern meira hlut að vera að gagga eitthvað, þá þarf ég að vera þessi minnur hlut að öskra á móti þeim. Eigum að vaða bara í djúpulegin og tala hérna þar sem þú sagðir þegar allt hrundi hjá mér? Já, ég skal segja þá svo. Ég var að koma úr meðferð, ég náttúrulega fíkill og hef alveg farið í meðferð og er mjög lasinn þegar kemur af bara einni tegund eitilum. Það er eitilum sem sko drepið mig svo oft, sko. Tekið mig til helvítis aftur og aftur og aftur. Það var ekki nema fyrir svona 2,5 ára sem ég vaknaði bara upp einhvern veginn og fór að finna bara algjört frelsi fyrir því. Hvað er það? Kókaín. Það er svoleiðis. Ég skal segja stutt útgáfuna þessu, ég var að koma úr meðferð og fólk sem þekki mig og veit að ég sko fyrirlít svona gjörning, sko og ég þarf alltaf einhvern veginn að verja þann sem er minnumáttar. Ef allir á móti einu, þá þurf ég að bakka hann einu þótt að ég sé alls ekki sammála því málefni, sko. Ég kom meðferð og kveikt á sjónvarpinu og var að skoða vísi fyrstskipti og kveikt á símanum minn með 6 vikur og sá bara eitthvað með þig. Og ég hugsaði bara, nei, þetta lítur eitthvað djöðstvæla. Fór á Instagrami, fyrsta Instagrami eftir ég kom með það var bara fokkið ykkur mellur og hórur. Tók þennan. Kona var hann á sturt og sagði, hvað er það að gera? Ég sagði, ég er að henda henni í stóri eitthvað. Láta fólk veit hér sem mættur aftur. Hún bara eittus út eftir 8 mínútur. Þá voru 600 manns búin að sjá þetta og ógeðslega margir búin að skjáskjóta þessu. Þannig að ég sagði, nei, núna er ég fucked. En þannig er þetta áhugavert að ég var þarna bara þetta er örugglega 6-7 dögum eftir þetta skeður hjá mér eða 5 dögum ég kíkti eitthvað á þetta núna áðan og ég sá ekki neitt að þessu því ég var komin af netinu ég var komin bara, ég byrjaði á netinu strax á þetta skeður allt, sko svo fór ég bara í hálfgerð taugaáfall, sko og sem betur fyrir höfðu vinir minni vitaði að taka af mig símann
ég var með þeim í sveit og ég náði að halda, þannig að ég mitt sé sko, það var svo mikið af svona hliðardóti í kringum eins og Jónas Sigvinu minn tónlistarmaður, hann var nú talsvert varkárar en þú sko, en hann skrifaði eitthvað, eigum við ekki að bíða aðeins eftir við vitum allar staðrendur, og það var bara ráðist á hann, þannig að hann þurfti að draga í land og koma með einhverja afsökunarbeðni. Ef ekki að segja sko, þó þú sér hvatvís, þetta var sturla tímabil í samfélaginu. Við vorum í sturlun sko. Við vorum í sturlun, ég sko, fólk sem þekki mig og fjölskylda, þú veist, minn nánasti hringur hefur verið beittur ofbeldi. Og ég fyrirlít fólk sem betur ofbeldi og það vita það allir. Ég get verið pervert, ég veit ekki það, ég rosalega pervert og það vita það líka allir. Eins og margir góðu menn. Já, eða var meiri pervert en ég í dag, vill ég meina. Ég því miður, ég fann að setja í mig testa núna, ég skammast mér ekkert fyrir það, mér finnst ég að vera hálfgerð rævill, sko. Og en svona, ég veit ekki hvað ég gerði þetta, ég bara svona, þetta komið eitthvað svona kjafta í gang núna. Þú veist, þannig ég hendi þessu bara inn og meinti ekkert með þessu og ég ekki að afsækja mig, ég meinti ekkert með þessu fyrirgefið, alls ekki. Ég bara hendi sér upp á flipið. En þennan kemst. Það var alveg aðtekla á það. En þennan kemst. Kallið mættur úr meðferð og flott. Þó þú hafi kannski notað röng orð og svona, þá var samt svona eftir á að hyggja, sko, þá var ekkert endilega kannski eitthvað svakalega margt rámt í því sem þú varst að segja, sko. Nei, sko, ég á vinkonur sem voru í þessu Me Too að berjast á móti alvöru gerendum. Það sem ég fann sorglegast var þegar var að negla niður mig, þig og alla þess að kalla. Á meðan var maður að lesa fréttir í blöðunum að þú veist, stjúpfaðir 4 ára stelpu var búin að nauðgeni til 12 ára aldurs. Og maður sá aldrei andlit á þessum stjúpfaðir, neinstar á þessum öfgamiðlum og hvað sem þetta heitir. En það var að vera að ráðast á menn sem að slegja rassinn á okkur að stelpa á djamman og sagt hún var í rosalega sexy og eitthvað. Þú veist, ekki það ég sé að segja það sé í lagi. Nei. En ég hefði frekar haldið að víti til varna var að sína gæjan sem var búin að vera að nauðga stjúpdóttur sinni í fjölda ára frá að hann lítið, saklaust barn. Það var svo aldrei neitt, við sagði ekki svona hvað þessi gæjar hétu. En einmitt, þetta svona á þess að ég ætla ekki að fara að hjakkast á þessu í þessum þætti. Nei, ég nefnir ekki aftur að koma í vesen. Já, ég sleppum því. En með svona áhugavert bara því ég var aðeins núna áðan að kíkja á aðeins á undirbúmundi þáttin og þá sá ég bara, þú veist, að það var bara gerð alla veitingarstaðnuðinum og það hugsa maður aftur bara, ok, þú veist, þú ert hvatvís gæi, þú ferð átt og segir eitthvað, en einmitt bara hvað það var mikil sturlun, sko. Sko, sturlun var svo mikil, það var verið að krota á hurðina á staðnum mínum, ekki versla þarna. Það er svolítið. Já, en ég var klókur á sama tíma og ég lendi í þessar allu. Þú veist, ég tapaði ekki á þessar allu. Þú veist, jú, það minnkaði eitthvað ekstra að gera smá tíma. Hvað gerði ég sem fyrirtækjandi? Ég var bara að reka saklaust fólk. Ég var bara að láta fólk fara. Við bara fórum að reka, segja upp. Og þú veist, þannig að þetta bitnaði per se ekkit endilega okkur. Þetta bitnaði bara mest á saklausu starfsmönnum. Þú veist, það bara, þú veist, Me Too öskraði þetta liði atvinnulust. Einmitt. Þú veist, því miður. Einmitt. Að þetta er svo ógeðslega þörf umræða. Þú veist, bara þetta vítaljumál. Þú veist, einhverju gæri heitapotti og þeim er kálað á meðan er bara að vera að nauðga stjúpdóttur sinni. Og það er ekki rætt um það. Já, ég man einmitt að það var þegar þetta var búið að vera í nokkra mánuði og einmitt, það var búið að vera mikil umræða mig og Auði og Kolbeinn Sigþórsson og Gylfa Sig og Aron Einar en þá frétt af íslenskum gæja sem hefur setið inni oftar en einu sinni fyrir að halda konum föngnum og nauðga þeim ítrekað, sko, og það var að gerast á þessum sama tíma, það var ekki ein Twitter-færslu hann, ekki ein, sko. Nei, það sem ég vildi að væri gert væri að það væri bara hjóla í þetta og ég hefði verið til ég fucking hjóla í þessa gæja allan daginn. Sko, ég var að fá skilabóð bara að loka plattformanu þínum að ég hef rosalega áhrif á samfélagsmiðlum. Þú veist, ég veit það bara sjálfur. Þú veist, það voru sko 100 gæja sem voru til að fara að eggja húsinu á þessum gælum og bara slátra þessu. En ég ekki þar, ég vil það ekki. Ég var einu svona notfært með þetta og leti ég eggja húsi á blaðamanni sem skrifa mjög ranga og ljóta fæslu mig. Nú? Og ég vissi að það væri bara rangt og ég senda á blaðamann, viltu vinslast, þetta er ekki rétt. Já, við heyrðum þetta svona. Þannig að ég fekk einhverja nokkra strákar sem voru að fylgja mér á Snapchat til þess að eggja húsið hennar. Þú veist, bara af því ég veit svona allt mannlegt sé bræðlegt. Ég hef verið alveg til að segja hvernig máli var.
en það bara tekið eina hliðaði. Þú veist, og þá verð ég, þú veist, ég verð ekki reiður, ég verð bara svo sár. Þú veist, límið, ég hef aldrei verið eitthvað sturlaðara reiði og gert eitthvað, ég er típa sem bara sár og fara að gráta. Þú veist, þannig brist mín reið út, sko. Hvernig byrjar þetta, þú segir með samfélagsmiðluna? Hvernig byrjaði það að þú varst vinsæll á samfélagsmiðlum? Sko, ég ætla ekki að ljóma eitthvað kokki, skilu. Ég hef alltaf verið svona sniður og brandarakallin. Út af því ég er bara með minnumáttugan. Þú veist, það er ekkert langsinni fatta það. Ég hef alltaf verið að reyna að fela hversu lítill strákur ég væri, hversu lítill inni mér ég væri, með því að leika eitthvað svona trúð. Þú veist, þegar ég var í grunnskóla, ég var aldrei laður einelti, ég var svona langminnstur, af því ég bara vissi hvað ég ætti að gera til þess að sleppa af einelti. Þú veist, ég fór að hanga með stóru sterku strákunum, þú veist, ég fór að bjóða liðinu bara snóð kókumálk í kaffinu og þú veist, og vera þessi típa. Ég var mjög fljótur að læra bara hvernig get ég surviva á þess að vera strýtt og laður einelti. Þú veist, ég er með kláran mekanisma í mér, sko. Er þetta ekki það sem kallast að vera street smart? Jú, þetta er bara það. Þú veist, og eins og ég var að segja við á, líf mitt hefur rosalega mikið bara snúist hvað ég get gert fyrir fólk, þannig að líki vel við mig. Þú veist, ég er típa sem á kannski 10 skall. Þú hringir í mig og segir, ég er í rosalega vandur, getur lána mér 8 skall í viku, þá líf útborga. Ég myndi segja Sölvi minn, ekkert mál. Ég kíkja á þig með 8 skallin. Svo labbaði burtur á þessu bara, hvað var ég að fucking spá? Ég á 20 skall út mánuðin. Þú veist, þetta er ég. Svona meðvirkur, eða? Ég er rosalega meðvirkur. Ég hef gert svo margt í meðvirkni. Þú veist, ég hef alveg farið upp á konu þegar ég var yngri sem ég langaði ekkert upp á. Bara þegar ég fann til með henn og vinur mig voru kannski með flottari konum. Ég vildi ekki skilja henn út undan, ég tók henn bara heim. Þú veist, þetta hef ég alveg gert. Þú veist, og fólk veit þetta alveg sem þekkja mig, sko. En hvað með þarna... Þú veist, þetta er alltaf bara ruglað. En hvernig þú talar hennan trúð til að fela eitthvað, og er það þá þessi trúður sem að síðan gerir þið vinsælan á samfélagsmiðlum? Já, þetta byrjaði þannig að ég var út á Spáni 2016. Þú veist, það var Snapchat nýbyrjað og þannig ég hugsa bara, hvað get ég gert þessara fyndin? Þannig ég fór að labba allsber á hverja götu á Spáni eins og okkur fáið, sko. Þú veist, að þið mér langaði að prófa þetta. Og ég vil menna það að þetta er það versta sem hefur gerst fyrir mig í lífinu. Að verða mjög stór og vinsæll á samfélagsmiðlum. Af hverju? Ég höndlaði gattikluna. Áreiti var mjög mikið á tímabili. Þú veist, fólk var að koma heima og myndi maður. Þegar egnaðist litla barnið mitt fyrir 7 ára síðan. Það bara fylltist heimilum með þetta gjöf. Koma random fólk hendum með pakka og þú veist, alls það sem að fór bara, hei maður minn, þú veist, þetta gerði mér ekki gott, sko. Ég sé það núna, þetta var rosa gaman meðan á því stóð, þú veist, en þú veist, ég er búin að hugsa með djúpt svona síðustu 2,5 ár, þá svona ákvæði bara svona kúpla mig frá öllu sem þetta er samfélagsmiðlar. Þú veist, ég virkur á þeim, en þú veist, ég fer aldrei í podcast, einhver blaðamenn vil taka við, ég get sér alltaf nei. Það mér langar ekki að vera þarna, sko. En mér langar samt að spjalla og hafa gaman, sko. Já, ég tók að mitt eftir því þegar ég fór fyrst svona tjekka á hvort þú er til í að koma, að þá varst ekki að gefa kost á þér, sko. Nei, ég er búin að sleppa 30 podcastum, bara ég vill það ekki, að ég er búin að lenda svo illa í því að koma og segja eitthvað í svona, þú veist, á að vera vola fyndið, en endar sem það að ég sé bara fantur að segja þetta. Nei, skil ég. Ég fór í podcast hjá framhaldsskóla og þeir hringdi í mig einhverju stráka bara, okkar vantar áhor það er einhver keppni í framhaldsskóla, hver frá mesta view á podcastið, viltu koma? Ég bara, já, ekkert mál, ég skal koma. Svo voru bara eitthvað að spjalla og þá segi ykkur, Reynir, hvaða típu myndi Reynir Bergmann ekki vilja? Ég sagði, rauðarann vegan feminist úr MH, bara í algjöru djóki, bara í algjöru gríni. Það fór allt á fucking hliðina. Þú veist að ég var jarðað. Þú voru að gera blaðagreinir um það? Já, ég var tekin á líf á Twitter og öllu þessu drasli, sko. TikTok og þetta, þú veist, ég bara sagði þetta. Þú veist, það er pottitt fyrir flottur auðvitað stelp í MH, alveg pottitt og fulltaði mér okkur. Þetta er samt, sko, einmitt. Þetta er svona áhugaverð pæling með þetta að taka hluti úr samhengi, sko. Að ef þú ert að hlusta á einhvern í löngu podcasti í hljóð og mynd og hann er augljós að segja eitthvað í gríni,
en svo allt í orða fyrirsögn í blaði og ef að blaðamaðurinn jafnvel með smá agenda þá getur hann jafnvel látið að líta út eins og viðkomandi eins og þú notaður orðið fantur á hann sko að það sé einhver sem og þá svona þetta alveg búið að vera áhugavert tímabil sem við erum búin að vera að lifa núna svona síðustu 10 ár þar sem fólk orðið mjög hrætt og jafnvel fyrir að slökkva á stórun hluta karakterinu sínum ef það einhvers staðar opinberlega af því það bara hrætt við þetta einmitt sko. Já, en það sem hefur þú veist, ég vil meina það og vinir mínir og vinkonum mínir segja það, ég var eini gæinn sem var reynd að cancela sem neitaði bara að láta cancela mér. Þú veist, ég held bara áfram, ég let mig aldrei hverfa, ég held áfram að hakka þetta liðið í mig, sko. Þú veist, ég fór bara það eftir þetta alltaf að bara hakka þetta liðið í mig, fór að posta sjálfur, screenshotunum að hérna sem var tekið þig og með sjálfur mér og, þú veist, ég bara neitaði að láta það cancela mér. En hvernig sko Snapchat svona heimur sem ég hef aldrei verið alveg inn í en ég man einmitt þegar að hérna sko þegar ég var að spjalla við sko eins og Heiðal og vin minn og nokkra sem voru mjög vinsælir á Snapchat og náðu síðan að svo kom svona tímabil þar sem að þeir sem voru vinsælir á Snapchat föttuðu að það væri sniðugt að reyna að flytja yfir á Instagram af því það væri eiginlega meira upp úr því að hafa og kom svona tímabil þar sem að snappið dó svolítið sko Já, dó ekki. Ég til dæmis þú veist, ég var valinn einhvern tímann snappar ásins 3 ára í röð og fannst það voða spennandi sko og þegar ég eignaðist barnið mitt sem 7 ára þá ákvað ég bara svona, heyrðu, ég ætla bara að taka upp alla fæðinguna bara á snappinu og það fór í 51.000 í ár og það bara ruglaði sem ég hef bara heyrt sko og svo reyndi ég með þetta fólk fór á Instagram og mér fannst það leiðilegt og ég ákvaði að prófa að reyna að flytja það yfir þú veist, þegar ég sitt eitthvað á Snapchat í dag þá fara svona 22.000 mann sem horfa það en þú veist, ég bara með 60.000 fylgjendur á Instagram þegar ég sitt eitthvað þar þá fara kannski 4.000 sko það ekkert fleiri sem horfa en það Nei. Þannig að snappið meira svona verkamannamiðl Já, einmitt, og það ennþá Já, ég fæ mjög mikið ára á Snapchat ég get fara á Snapchat, ég ríf kjaft þegar ég vill rífa kjaft það einhvern veginn bara týnist þar inni svo þú segir eitthvað á Instagram þá fyrir þetta þessar pjattur að screenshota og dreifa því og... maður í friði á Snapchat? Maður í friði, ég náttúrulega skoða aldrei skilabóð sem ég fæ eini gallinn við Snapchat það að þú getur haunaðið mig og heitir bara eitthvað BCDE þannig á Instagram ertu meira bara undir þínu nafni ég sé það að fólk haunar grimtið mig á Snapchat en svo þóraði það ekki á Instagram Er það ekki? Nei, miklu. Ég lenda þess í þessu MeToo-dóti. Sko, það sem ég fann sárast var að ég að þú veist, börnin mín upplifði ógeð, sko. Það var að senda á krakkana mína bara eitthvað svona kettlinga og svo sá maður prófílni og svo bara svona, þessi típa. Voru aðeinar að senda beint á börnin? Já, stelpa mig á 15 ára og einn var 11 ára á þessum tíma og hann var að senda það bara eitthvað pappin ógeðslegur, hann styður nauðgara. Bara vorkin eigan sem pappa Þetta náttúrulega ekki lagi Þetta bara vangið Þetta vangið Þú veist, það hefur engin neitt á mig að ég sé nauðgari sko Ég bara kast í lögin nema að vera tekin 600 ára kóka þessu bíl Já, fyrir maður séu það eftir en þó þú værir það þá samt ekki réttlætanlegt að senda DM á barnið þitt sko það bara aldrei í lagi Svo dó pabbi minn dó fyrir 3 mánuðum síðan besti vinur minn Hann átti sér einn draum að halda 8 ára afmæli sitt 13. júlí 2021 og hann náði því að dó viku seinna og þegar ég var að jarða pabba minn setti ég mynda mér á samfélagsmiðlum með börnin mín, ég var grátandi, ég skafast mér ekkert það þá fóru þessar helstu MeToo konur að screenshota myndan og dreifinu bara hann að leita sér að vorkun Já, þetta er ógeðslegt Þetta er ógeðslegt Þá trilltist ég Þá er ég reiður sko Já, það eru ákveðnir hlutir sem eru svona svolítið, þú veist, eins og ég bara svo tala um mig að þegar ég úti núna í, hvað þetta, í febrúar, mars eitthvað svoleiðis og sé allt í henni fyrirsögnum að Ólöf Tara sé dáin. Að það, sko, þessi kona skrifaði leiðilega hlutu um mig en fyrsta tilfinningi mín bara sorg, að því, þú veist, það bara ömulegt ef ykkur deyr og það ömulegt ef ykkur tekur sitt eigi líf og þá hugsa mér einmitt eins og ef þú ert í ykkur
hugmyndafræði baráttu við ykkur en viðkomandi að missa foreldri sitt sko. Það er bara svona heyrðu, þú veist, þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.